En við ætlum að byrja á að ræða fréttir vikunar. Björg Eva Erlendsdóttir, ritstjóri Smugunnar og Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks, eru sest hjá Helga. Velkomin. Takk. Svo bætum við kynningun á þér, Kjartan, þá ertu líka stjórnarmaður í Orkuveitunni. Þannig við skulum bara byrja á að ræða aðeins þetta Helguvíkur álver fyrirhugaða sem er nú, byrjað á og var mikið í umræðinni í vikunni. Þú hefur verið að fjalla mikið þetta, Björg, á Smugunni. Já, eiginlega ekkert annað í dag. Mér finnst merkilega lítið fjallað þetta annar staðar vegna þess að þetta heilmikill samningur og Össur Skarphéðinsson lofaði í gær 4.000 störfum. Ég veit ekki alveg hvernig hann ætlar að fylgja eftir því loforði eða hvernig hann veit hvenær þessi störf koma. Hvort þau koma í kreppunni eða hvort þau koma kannski bara eftir kreppuna því að núna þessi álframleiðsla, hún virðist nú ekki vera upp á marga fiska í kreppunni. Það bara, einhvers staðar sá ég í dag að álver eru rekin með tapi, 70 eða 80% allra álver í heiminum eru rekin með tapi og það alls staðar verið að loka og draga saman. Þannig að það eitthvað í þessu sem bara gengur ekki upp, eins og ég sé það. En á móti kemur að menn segja svo sem líka að það sé líka hagstætt að byggja þetta álver núna, segja allavega fulltrúar frá Century eða eitthvað? Já, ég bara ánægður með Össur í þessu máli. Hann ætlar ekki að kvika fyrir Vinstri græn með þeir vilja stoppa þetta og það bara besta mál að halda áfram með þetta álver. Það alveg rétt að það ekki öll álver rekið með hagnaði en það nú bara þannig mörg fyrirtæki. Það ekki öll fyrirtæki rekið með hagnaði í kreppunni eða með einhverja síð og ekki mælum við samt með því að loka þeim. Það var, nýr forstjóri Hydro mælti nú bara sjálfur með því í dag að það yrði lokað. Á fundi í dag þá mælti hann bara með því að það yrði lokað og dregið alveg stórkostlega úr framleiðslu, ekki bara næsta ári og þar næsta heldur bara næstu mjög mörg ári. Já, við sjáum hvað gerist en ég bendi nú á það að ný álver eru yfirleitt hagkvæmari heldur en þeim gömlu. Þannig að það nú ekki vera... Þannig að við skulum bara loka alveg fullt af gömlum og byggja ný en það er samt... Það verið að loka álverum út allan heim að sjálfsögðu en það náttúrulega það úreltustu álverin sem kannski missa sín og þeir sem eru nýja nálinni með betri tækni. Það lifa miklu frekar. Það sem ég skil ekki í þessum samningi sem verið að ganga frá núna, ég hef alltaf haldið að þegar fólk sendi sín á milli, þá þyrftu báðir að standa við einhverja skuldbindingar. Þetta virðist vera samningur þar sem bara lögð fram alls konar loforð af hálfu ríkisins, en ég veit ekki hvaða loforð álfyrirtæki kemur með á móti. Það lofar ekki að fara í þessar framkvæmdir á einhverjum tilteknum tíma. Það getur það ekki, það ekki peninga. Nei, það er nú... Og hvað liggur þá á? Það ekkert að fara að gerast núna og hvaða stjórnmálamenn myndi gera svona samning eftir kosningar til dæmis. Þetta lítur, í mínum huga þá lítur þetta út svolítið eins og kosningabrella. Já, við bara, þessir aðilar hafa komið hingað og vilja byggja hér álver og við bara hljótum að treysta þeim meðan að þeir... Jú, þeir ekki að fara að byggja það núna fyrir kosningar. Er ekki 100 manns að vinna í því núna? Það verið að rísa á grunni? Nei, það eru 60 mann sem hafa verið að vinna í því, ekki 100, ekki á þessum stað allavega og svo steypaðir einhverja plötu og svo bara búið. Já, sjáum bara til, meðan þeir segjast vilja halda áfram, akkur ættu við að hindra það í því? Vegna þess að það eru nú kannski fleiri sem gætu hugsað sér að nota þessa orku. Til dæmis var nú talað við Svandísi Svavarsdóttur sem þú þekkir vel úr borgarstjórninni, sem fór það frekar hörðum orðum að þarna væri orkan frátekin fyrir þetta álver langan tíma án þess að neitt vissi hvort það kæmi álver. Á meðan að það væri verið aðri möguleikar væri til. En bursið frá þessu öllu saman, við erum að skoða marga aðra möguleika. Já, hvað þýðir að skoða þá að þeir eru búin að lofa allri orkunni í eitt álver? Einhvern tímann, við erum að byggja upp á Hellisheiði, við erum að ná í orku þar. Og einhvern tímann þarftu að loka dílnum, við Svandís erum nú vinkonur og við höfum talað mikið þetta. En einhvern tímann þarf að loka dílnum, einhvern tímann þarf að selja orkuna og við höfum valið að fara þessa leið, en við höfum hins vegar lagt mikið á okkur til þess að kalla aðra aðila að borðinu og því miður hafa ekki aðri verið tilbúin til að koma að framleiðendur. Reyndar það er ekki öll nótt úti en vegna þess að við höldum eftir stórum hluta orkunar á Hellisheiði þangað til mitt þetta ár. Nú ef það test ekki þá eru bara nokkur ár í það að önnur orka losni og vonandi, eins og ég er algjör fylgismaður þess að við eigum að ekki hafa öll ekkin í sömu körfu. En svona hefur þetta verið hingað til og vonandi munum við ekkert ná að slíta okkur út úr þessu fyrirkomulagi. Mér algjörlega hulin ráðgáta hvers vegna þú segir einhvern tíma þarf að loka dílnum, hvers vegna þarf að loka honum á sama tíma og
og áliðnaðurinn að hrynja í heiminum. En burtséð frá Þess þessu... að við förum ykkur til milljarðar framkvæmdir nema við séum búin að selja orkuna. Nei, en það er ekki að fara af stað. En burtséð frá þessu, Björg, er ekki þó allavega virðingavert í svona kreppu og atvinnuleysi að það sem þú allavega verið að skapa hérna atvinnu, þetta snýst nú allt saman það? Jú, þess vegna myndi maður vilja sjá sko sannanir á borðinu fyrir því að þessi störf, þau væru örugglega ekki bara fugl í skógi. Þau væru til, þau yrðu strax í kreppunni, ekki eftir hana, til þess að auka á þenslu einhver tímann út í framtíðinni. Þannig að þú efast að þetta sé í raun og veru að fara að gerast alveg á næstunni bara? Ég bara er eiginlega alveg viss að þetta sé ekki að fara að gerast á næstunni. Við skulum aðeins ræða annað. Það kom, síðustu helgi kom einhvers konar bráðabirgðaskýrsla frá svokallari endurreisnarnefnd í Sjálfstæðisflokknum, þar sem að, já svona, til þess að draga hana saman, þá var talað að það hefði ákveðnir aðilar hefði brugðist, því að fólkið í flokknum hefði brugðist, forsvarsmenn flokksins þá væntanlega. Hvað fannst þér þessa skýrslu, Kjartan, og svona það hvernig var tekið á henni, til dæmis forsætisráðherra fyrrverandi? Sko, eins og ég skildi þetta, þá var þetta undirnefnd í sjálfri nefndinni. Ég hef nú farið á 2 fundi hjá þessari nefnd. Þetta er stór nefnd. Þarna eru allir sem vilja koma bara kalla þær að og ræða málin. Og síðan skiptist þetta í margar smærri nefndir. Og ég fór nú þarna einhvern fund og ég tók held í 20 skýrslur með mér heim, náðu nú ekki að lesa þær allar. En þarna kom þetta í mörg sjónarmið fram og mér finnst þetta bara frábært starf sem þessi nefnd hefur unnið. Ertu sammála niðurstöðu? Vilhjálms Egilssonar. Og já, niðurstöðu, þetta er bara undirnefnd. Þetta er bara... Breytir einhverju hverjir það eru sem skrifa þetta ef þetta kemur... Sko, þetta er ekki niðurstöða endurreisnar nefndarinnar, ég skildi það ekki þannig. Þarna bara... Nei, þetta er bráðabirgða skýrsla ykkur. Margar skýrslur skrifaðar og ég var sammála ýmsu sem í þessum skýrslum stóðu og öðru ekki. Hvernig horfði þetta við þér, Björg? Það voru vissulega tíðindi að þetta skildi sagt og að þetta er svolítið hörð gagnrýni á eigin flokksmenn sem að kemur þarna fram, hvort sem að þetta er einhver undirnefnd eða... Já, mér finnst það heldur ekki skipta neinum, það verður samt gaman að vita hvort að þessi endurreisnarnefnd ætlar að ljúka með einhverju endanlegri niðurstöðu, stefnir hún eitthvað að því eða ætlar hún bara að vera svona spjalla? Já, það er mér skilst að ég skila skýrslu í lokin. Er það þá eitthvað landsfundarplagg eða? Já, er það ekki, endar ekki landsfund, ég hef nú ekki kynnt mér að svo vel, en mér finnst þetta sjálfsög ekki frétt að menn séu ósammála. Ég hef búin að starfa í þessum flokki í 20 ár og ég hef alltaf verið ósammála. Menn eru endalaust. Snýrist ekki fréttur það að þarna kom fram mjög hörð gagnrýni á flokksforystu Sjálfstæðisflokksins undanfarin ár, Seðlabankann, einkavæðingu bankana, þetta hefur ekki verið eitthvað sem að Sjálfstæðismenn hafa haldið á lofti undanfarin ára. Til dæmis það að einkavæðing bankana hafi verið með þeim hætti sem hún er gagnrýnd þarna. Já, hún hefur nú bara verið, auðvitað hafa hlutar í henni verið gagnrýndir. Það hefði nú verið erfitt fyrir þá að gagnrýna ekki neitt eftir allt sem undan er gengið. Já, ég skil ekki, eins og ég segi, það er mikil umræða sem fer fram í flokknum, ekki bara núna í síðustu mánuði. Heldur stöðugt og það eru ýmsir hlutir gagnrýndir. Svo þetta bara eðlilegt að sé fjallaði þá, ég meina það var líka það var líka Martin Stóðarna kannski sem hluti ekki svona sterk gagnrýni, þá hluti það ekki umfjöldun í fjölmiðlum. En mér finnst þetta alveg stórfurðuleg gagnrýni raunar. Nei, ég held að menni bara fagna allir í gagnrýni og hún bara hjálpar okkur fram á veginn. Hvaða gagnrýni finnst þið stórfurðuleg? Mér finnst stórfurðulegt að sjálfstæðisstefnan og þessi stefna Sjálfstæðisflokksins að hún er ekki gagnrýnd, heldur bara einhverjir hausar. En það eru þeir sem að framfylgja stefninu og hafa kannski ekki gert það alveg rétt, eða? Nei, bara var ekki stefnan vond? Er það ekki kannski það sem er spurningin líka? Því að það er þessi mikla frelsisstefna sem að til dæmis Vilhjálmur Egilsson, formaður endurreisnarnefndar, hann lagði nú grunninn að þessu mikla frelsi sem hann trúir á ennþá. Mér finnst það mjög merkilegt. Ég er ekkert viss að þetta lægist neitt. Það komi nýjir hausar á jakkafötin í Sjálfstæðisflokknum, það held ég ekki. Nei, frelsi hefur alls ekki brugðist. Ég held að detti það engum í huga að fara... Að frelsið hafi brugðist? Sko, ég held að enginn að fara að binda efnahagslífið á einhverja miðstýrða klafa. Það er alveg ljóst að... Það væri nú allt í lagi þótt að væri svona ein og ein regla og þótt fólk þyrfti að borga skatt, kannski fyrir lítið. Herðu, það hefur nú verið blanda hagkerfi og sama tíma allir ýmsir segja að frelsingin hafi brugðist. Það sjáum við ef við lítum bara á útgjöld ríkisins, vöxt velferðarkerfisins og annað, þetta hefur bara þanist út á þessu svokallaða frjálshyggjuskeiði. Þannig ég myndi nú segja að þetta er, já ég hef ekki upplifað það að þetta hafi ekki verið mikið frjálshyggjuskeið. Þetta hafi skort á frjálshyggju? Svo ég taki bara stýrivestina sem dæmi. Ég held að flestir séu nú að komast að þá skoðun að það þurfa að lækka stýrivesti. Stýrivestir upp á 10-20%, er það eitthvað frjálshyggja?
það er sko engin frjálshyggja, það er eins langt frá frjálshyggju eins og hægt er að hafa stýrivexti svona háa. Þannig það skortir kannski bara á frjálshyggjunni. Skortur á reglum og skortur á umferðarreglum í þessu viðskiptalífi sem gerði það verkum að allt var klessukert. Já, allan þennan tíma voru menn af Alþingi miklu móða að setja reglur. Ég held að menn veri líka voru ekki setja reglur að aflétta reglur meðal annars. Ég held að regluverki hafi þannig út líka. Ég held að menn veri að skoða þetta svolítið þannig að það er ekki bara spurning reglur, það er líka spurning sko, hvernig var þeim fylgt eftir. Já, við skulum menn náðu ekki að fóta sig þessum reglur af frumskógi. Við skulum færa okkur aðeins yfir í annað mál. Við skulum koma þess við út á Keflavíkurflugvelli. Þar voru sátu fápnismenn í dag og drukku kaffi og sódavatn og biðu eftir félögum sínum sem ætlaði að koma í partí til þeirra í Hafnarfirðinum á morgun, þar sem við skilst að menn ætla að eta kjötsúpu. Hvað finnst ykkur þessar, byrjað þér Kjartan, þessar aðgerðir yfirvalda sem að þessi breyting á Schengen-samkomulaginu sem felst í því að það er bara ákveðið að loka fyrir þessa menn? Já, ég meina, það eru kostir og gallar við Schengen og þetta er svolítið harkalega aðgerðir að loka á fólk og banna að koma til landsins sem er í raun ekki búið að brjóta af sér. En svo ef þetta er hlutakkur glæpaklíku, sko, þá maður skoða það og verður maður ekki bara að treysta dómsmálaráðherranum til þess að skera það rúm. Hvað finnst þér þetta, Björg? Finnst þér, er eðlilegt að loka landinu fyrir mönnum í leðurvestum? Nei, það finnst mér nú alls ekki svona öllum mönnum í leðurvestum. Ég held hins vegar ekki að Hells Angels séu neinir englar. Ég þekki það ekki persónulega en þetta eru nú samt sem áður bara fólk af Norðurlöndum. Og það gengur frjálst heima fyrir, akkur að þetta ekki líka að vera frjálst hér. Já. Bursið frá því hvort þessi menn hafi séð á sakaskrá eða hafi gert sekir glæpi? Ef þeir hafa gert sekir glæpi sem þeir eru ekki búin að afplána, þá væru þeir nú ekkert á ferðinni. En þeir eru á ferðinni, væntanlega út af því að þeir eru ekki sekir neitt, minnst þú veist eins og er. Já, þetta er mjög harkalegt, sko, en eins og ég segi, mér finnst þetta vafasamt. Lögreglan hefur náttúrulega upplýsingar sem við höfum ekki og svona þessa hópa og dómsmálaráðherra hlýtur bara að leggja mat á það. En er ekki reglan samt svolítið þannig að þú ert sko annarkvort ertu með dóm á bakinu og þarft að afplána hann eða þá að þú gengur laus? Það snýst ekki svolítið það að þú hlýtur að vera frjálsferðaðina þá á þessu svæði eins og allir aðrir? Það er þannig að það er verið að meðhandla þá eins og glæpamenn, eins og þeir séu örugglega glæpamenn. Þannig að það er eins gott að séu þá góðar sannanir til fyrir því. Mér finnst þetta svolítið taugaveiklun. Mér finnst líka ótrúlegt ef að þeir eru einmitt að koma að fara að borða kjötsúpu út í Hafnarfirði, þessi menn, núna eina helgi. Ef þeir hafa eitthvað rosalega illt í hyggju, þá held ég að þeir myndu koma inn með glæpina svona aðeins hljóðlegar. Já, þetta er það verður allavega færra í þessu partí á morgun heldur en útlitað fyrir. En annað mál, það voru þessi 9 framboð sem komu fram í vikunni. Það er fyrst þessi L-listi sem að Bjarni Harðarson og Þórhallur Heimisson, prestur, eru að presenteruðu núna í vikunni og er svona flokkur gegn flokksræðinu, gegn Evrópusambandinu, svolítið. Svo er það þessi borgarhreyfing sem er sem hefur verið er svona partur af þessari grassroots sem hefur að halda þessa borgarafundi. Hvernig leist þér á þessi framboð, Kjartan? Ég reikna svo sem ekki með að setja ganga í annað flokkinu. Nei, ég held að það sé bara gott að nýjir flokkar skuli koma fram, ekki síst í þessar aðstæður. Ég átti satt að segja vona á við fengum fleiri flokka. Þórhallur, þetta er nú allt góðir menn, sko, er ekki Þórhallur helsti sérfræðingur landsins í hernaðarlist? Þannig að eitthvað ætti hann að kunna fyrir sér í að fara út í kosningabaráttu og svo skil ég mjög vel, ég hef samúð með því leyti þegar það var svolítið kvartað yfir því að það sé að ég núna rjúka til rétt fyrir kosningar að breyta kosningalögum og breyta stjórnarskrá í miklu hasti og þetta hlýtur að vera óþægilegt þetta kannski fyrir stjórnmálaflokka að reyna að breyta leikreglunum eftir að leikurinn er hafinn en ennþá óþægilegra hlýtur þetta að vera fyrir ný framboð sem vilja koma af stað. Björg, ég hitti þau á blaðamannafundi í vikunni á borgarhreyfingunni þar sem að þú varst að ég hef svo sem leist þér á þetta? Fylgst með þessum báðum. Ég þekki nú Þórhall og Bjarna, þeir eru skólafélagið mínu frá Laugarvatni og ég veit ekki hvernig stendur Elli kannski fyrir Laugarvatni? Það standi ekki bara fyrir Laugarvatni, ég hugsa það og þetta eru nú ágætismenn, ég vil ekki tala ill þá en mér líst nú ekkert á flokkinn þeirra, ég verð samt að segja það. En borgarhreyfinguna? Skólabræðið, hvað er þetta? Já, ég veit það. Ég ætti náttúrulega að segja að þetta eru, ég kann vel við mennin en mér finnst svona þessi lýðræðishugsun hjá þeim dálítið
sérkennilegu róli. Hvað ákvörðu? Þeir eru að berjast gegn flokksræðinu og ægivaldi ráðherrana við þingmönnum? Já, það er það sem þeir segjast að vera að gera og líka þeir að berjast fyrir frjálsum þingmönnum. En þeir eru samt búin að ákveða að frjálsir þingmenn megi ekki hafa frelsi í afstöðu sinni til Evrópusambandsins vegna þess að þeir eru svolítið þjóðernislegir. Þeir eru bara móti því og það má ekki sækja um aðild og frjálsir þingmenn eru semst á móti Evrópusambandinu alveg. Og frjálsir þingmenn eru líka mjög ánægðir með það að akkurat þessir skólabræður mínir, gömlu, leiða listana og velja með sér fólk á þá. En er eitthvað óæðilegt það að menn sameinist eitthvað málefni? Ég meina, er ekki allir stjórnmálaflokkar þannig? Er eitthvað munur á vinstri grænum og Þetta er ekki stjórnmálaflokkur, þeir sögðu það, þetta er nefnilega Þetta er svona reglífasamtök. Þetta eru frjálsir þingmenn. Og mér finnst strax svona hert að frelsi þessara þingmanna áður en þeir eru lagðir af stað. Það er svona það sem ég hef við þá að athuga. Já, og svo þegar við komast inn á þing, þá náttúrulega ráða þær sínu atkvæði, væntanlega, eins og allir aðrir þingmenn. Það snýst þetta ekki? Já, þá geta þeir skipt skoðun, meinaru. Það eru menn ekki alltaf að skipta skoðun? Jú. Nei, ég skil ekki alveg hugsunina í þessu, en hún er örugglega góð. Ég ætla að þakka ykkur báðum bara kærlega fyrir komuna og óska ykkur góðrar helgar. Við takk kærlega fyrir þetta. Sömuleiðis.